allir komnir. Og þær voru að leika sér, voru að leika sér í mömmuleik úti. Leikið ykkur ekki stundum úti, krakkar? Og í mömmuleik? Ha? Þessi hérna stórum krakkar sem voru eins og litli krakkar, þeir leikur svona úti í mömmuleik. Leikið ykkur þá í pappaleik kannski? Haha, þannig hann sé til. Eða afaleik eða ömmaleik? Ekki, Eða boðunarkirkjuleik? Það er sniðugt. Þá eru að syngja og tala og borða og eftir. En þetta, ég ætla ekki að fara í þessu sögu, ég ætla að fara í geimjarsögur um hana Önnu, Siggu og Þóru vinkonur hennar. Það var leiksinn, mömmuleik, rétt að hjá sem hana Anna átti heima, það var stór grjótrúa og það notuðu steina fyrir stóla og borð fyrir dúkkurnar sínar og voru búin að setja á mosa, það var mjúkt fyrir dúkkurnar eins og sófar og svona heima. Setja blöð á stein og blóm í krukku, það var voðalega gaman að leika sér. Það var sérstaklega gaman að það fannst. Óskaplega gaman. Svo allt í einu þá var kallað Anna! Það var mamma hennar Önnu. Og Anna ætlaði að stökkva af stað til mömmu sinnar. Því henni þótti svo vænt mömmu sinna að hún kom alltaf til henni þegar hún kallaði. Og þá segir Sigga, nei, ekki fara. Þú var að láta að fara í einhver sendiferð. Og Anna sagði ekki fara hérna. Nei. Svo hætti hún við að fara hlaupa til mömmu sinnar og hlusta á Siggu. Og Þóra sagði, komdu, þú sem félagöldan bak við steinina og sér hún ekki. Svo földu þau sig bak við steinana og mamma hennar Önnu, hún hélt áfram að kalla. Svo hætti hún að kalla. Þá héldu þau áfram að leika sér en það var bara ekki gaman. Önnu fannst ekki gaman og þegar einum finnst ekki gaman að leika sér, þá finnst hinn ekki heldur. Svo þar hættu bara til stuttastund, þá voru þau bara leiðilegt að leika sér núna. Og Anna fór heim. Og þá sagði mamma hennar Önnu, Anna mín, hún Júlla frænka, hún var að hringja. Hún ætlaði að fara með krakkarna sinni upp í sveit og hún ætlaði að bjóða þér með og þau áttu að koma seint heim og borða með þessi kvöldmatinn á hótel. Rósalega var Anna leið yfir að hafa mistað þessu. En hún var líka svo leið yfir að hafa ekki hlusta á mömmu sína og gert eins og hún sjálf vildi gera þetta, hlusta á vinkonuna og sögði að gera rangt. Þannig hún var bara eiginlega grátandi en Anna var nú heppin, hún átti góða og skynsama mömmu. Þannig mamma tók hana bara í fangi og sagði, Anna mín, mundu bara næst og alltaf að gera það sem þér sjálfur finnst rétt og hlusta ekki á aðra. Það gerði Anna framvegis, þannig að hún var mjög skynsöm. Þegar hún var stór, þá var hún líka skynsöm mamma. Þau mundi eftir mömmu sinni og krakkarnir hennar Önnu, þau áttu skynsama mömmu og svo áttu líka skynsama ömmu og rosalega heppin krakkar. Og þá var sagan búin.